Góðan daginn og velkomin í þátt númer 127 hér á YouTube-brásin minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnuóð. Nú í dag er mánudagurinn 27. desember og ég óska ykkur öllum gleðilegra hátíðar og vona að þið hafið haft það gott þessa löngu helgi sem eins og ég sagði, þetta er bara svona, ekstra löng helgi með aðeins betri mat en venjulega. Af því að ekki fór nú mikið fyrir veislubröltinu á þessu heimilinu. Nú, en þetta er nú síðasti þátturinn á árinu og ég tók saman bara, eitthvað pínu pons. Mér reiknast til að ég sé búin að gera 25 þætti á þessu ári. Þannig ég bara afar ánægð með það, með hvað er búið að vera crazy að gera. Og ég prjónaði úr meira gagn en í fyrra sem að ég hélt að ég myndi ekkert endilega ná, en ég gerði það. Það náttúrulega munar þegar maður heklar. Það fer ógeðslega mikið í það. Þó að ég rauninni ég sé ekki með neitt nema lítinn svona bólerójakka og hálft eða 1/4 af hjónarúmsteppi til þess að sýna fyrir það. En ég er náttúrulega búin að vera að gera svolítið að stórum verkefnum og svona fyrir Stíven. En sérst í fyrra þá vann ég úr 15 kílóum af garni sem voru það bil 50 kílómetrar, en í ár er það 18,5 kíló af garni og 72 kílómetrar rúmir. Þannig að ég lét mér allavega ekki leiðast. Já, þetta var allt yfir gripið. Ég ætla að fara á morgun í bókabúðina hérna og kaupa mig bara svipaða bók og ég nota til þess að skrifa hérna þættina í, þar sem ég get skrifað niður verkefni mín, af því að ég nenni voða lítið orðið að nota Ravelry nema ég sé sérstaklega beðin það í sambandi við pröfuprjón. Ég er ekki að ná almennilega tökum á þessum prjónabókum sem eru gefnar út. Það er annaðhvort of fáar blaðsíður fyrir verkefnin og þar fram eftir götunum. Excelið er í tölvunni sem er ekki hér inni og ég nenni ekki að hlaupa fram og tilbaka. Og þægilega að vera að hlaupa bara með eina góð bók sem ég get skrifað þá það sem ég dettur í hug í hana þegar og ef ég byrja að klára eitthvað eða hvernig sem það er. Þannig að ég ætla að reyna það á næsta ári. Að halda aðeins betur aftur utan það sem ég gerði. Það sem ég gerði þó allavega í fyrra var að ég var rosa dugleg að mynda allt og setja inn á Instagram, en núna var ég ekki dugleg að því. Þannig að ég get ekki stuðst við það. En það er alltaf. Þetta er líka snýst líka að njóta. Og ég er heldur betur búin að gera það með að við magnið sem ég er búin að nota. En í dag eru klárin 3. Eitt klárið getið þið séð bara inn á Instagram. Það er hérna svona snjóstjarna eftir Vitti Janser sem er á Instagram. Og ég sést að það er búin að gera 2. Og önnur fór á heiman og hinn seinni er hjá okkur og ég setti almennilega seríu í hana og svoleiðis hana. Og það er brjáleg handavinna. Þetta var alveg 2 daga vinna að gera seinni stjörnuna. Ef ég hefði, setið við í 2 vinnudaga stanslaust yfir henni. En ég kláraði hann að það Frank-skjól í síðasta þætti að sýndi ykkur að klára þá. Og mér langaði að gera mér létta húfu við sem er bara svona byggð á náttúrulega sama garnið og svo stolið aðeins úr munstrinu. Og hérna þetta er bara eitthvað svona frí uppskrift sem ég fann inn á Ravelry fyrir fingering róleika. Aðalega bara til þess að fá lykkjufjöldan og svo bara bullaði ég það. Og svo náttúrulega var ég að taka þátt í samprjóninu hjá henni Lindu vinkonu Hippi Barbaneitt að gera sokka úr ágangunum af garninu sem fór í sjalið.
og ég mitt tók þetta hérna sem í sjalinu líka, þetta gatavenstur, og svo braut ég upp bara hérna á milli með gula litnum og gerði það garðaprjóns. Nema hérna undir ilni þar það slett og svo ég með garðaprjón ofan á ristinni og það eftir á ég settur hæll og það bara núna frekar lítið eftir af þessum 4 hespum en samt eitthvað aðeins og það bara fer þá í eitthvað annað. Og þannig að þá ég komið með sokka, húfu og sjal úr þessu og þetta eru klárin, síðustu klárin á þessu ári. Afsakið þetta, maður minn heima, ef þetta heyrist. Þannig að nú get ég farið að þegar ég get farið að labba aftur úti, þá get ég farið út að spóka með nýja sjalið og húfuna. Ég er lent í smá tjóni hérna á Þorláksmessu en ég sé ykkur aðeins að því og eftir. Verkin í vinnslu, ég get bara alls ekki sýnt ykkur það. Það er stórt verkefni fyrir Stíven. 2 byrjuð og öðru, það að bíða eftir uppskrift í hina og já, ég get ekkert sýnt ykkur það eða sagt neitt annað en það en að það er mjög hentugt svona leti jóla afslöppunar prjón og geggjað afgangaprjón og já, ég er að vinna í því núna og verð í því örugglega næstu 2-3 vikurnar með verkefni sem ég byrjuð á og svo sjálfsagt eitthvað annað eins í hitt en við sjáum þegar ég verð komin svona aðeins lengra inn í þetta sem ég er með núna og farin að sjá fyrir mér. Ég set mér alltaf þegar ég er að vinna fyrir eitthvað svona, alltaf eitthvað lágmark sem ég þarf að gera á hverjum degi til þess að halda dampi og stundum ger ég meira en helst ekki minna en lágmarki, ekki nema eitthvað óvænt koma upp á. Og ég held ég sé nú bara alveg á ágætis dampi þó að ég myndi grípa í eitthvað annað en ég er bara svo hrædd að fara að byrja á eitthvað sem ég er sjúklega spennt fyrir þannig að þá, þú veist, gleymi ég bara að ég eigi að vera að vinna. En þannig að þetta varð svona eiginlega jóla uppfiti mitt, verkefni sem ég get ekki sýnt ykkur eða sagt ykkur almennilega frá. En það er bara svona, það fylgir því að góna á mig að ég get ekki alltaf sagt strax frá því sem ég er að gera. En á döfinni er Half and Half wrap frá Pearl Soho og það átti að vera jóla uppfitið mitt. Og ég pantaði mér Holst Super Soft Garn frá Holst í Danmörku. Ég var að taka 500 gramma gaurana og ég með þessa 2 liti. Þetta er Sunrise, þessi appelsínu eða gul appelsínu, ég veit ekki hvernig ég lýsa honum og Kingfisher, þessi græni. Það er svona svolítið, guli er svolítið dekkri en hann er á myndinni. Og græni líka er svolítið dekkri en hann er í skjánum. En það er Sunrise og Kingfisher ef þið viljið fletta því upp og ég fór bara inn á holst.dk. Síðan fekk ég bók frá systur minni í jólagjöf. Með verðmiðanum allt á sko. Það er alltaf leið, þetta er útlenskt verð. Og þetta er bara bók full af alls konar fallegum sjölum. Kannski er hann að senda mig skilaboð. Kannski langar hann í enn eitt sjalið. Þær fengu nú sokka og tuskur meðal annars í jólagjöf frá með systur mínar. Þetta er allt svona voða bara klassísk og falleg sjöl. Og já, þetta er eina handavinnu tengda sem ég fekk í jólagjöf
Já, fyrir utan ég fekk bolla frá Sólheimum. Þannig að nú á ég svona par með undirskál og svona, og flott. Já, og þetta þá í rauninni allt komið bara sem að ég get trúið í þennan 10 mínútna þátt sem hann akkurat núna. En við erum bara annars búin að hafa það rosalega náðugt. Neyddumst til þess að hafa það náðugra en efni stóð til. Við fórum á æfingu á Þorláksmessu morgun og ég var með mar á innanverðu hnénu eftir eitthvað brussugang sem að ég varð fyrir 2 vikum eða svo, og það hafði greinilega veikt liðbandið á innanverðu hnénu, þannig að þegar ég steig upp á 40 cm háan kassa sem að var bara undir venjulegum kringumstæðum bara piece of cake, var búin að hjóla hérna á undan 10 km, fer svo í svona uppstig. Og ég bara steig ósköp eðlilega upp, en ég heyrði eitthvað smell og fann. Náði að koma mér tignarlega niður af kassanum og svona bara, þú veist, fór bara eftir að hjóla því ég fann að ég gat gert það, ég gat ekki stigið í fótinn. Og svo bara hjálpaði Helgi mér að ganga frá dótinu og hann var sem betur fer með mér á æfingunni og svo bara keyrði við heim og ég beið eftir að Slysavarðstofan hérna á Akranesi opnaði kl. 8 og hringdi þá og spurði hvort ég ætti eitthvað að láta kíkja á þetta. Og ég fór og gerði það og það kom í ljós. Og fyrst heldur að ég hefði rifið liðbandið af því ég var nú svo svakalega bólgin. En hver svo sem ástæðan var fyrir því að þá sem betur fer það ekki rifið. Það var vel tognað, þannig að ég fór bara beint í það að vera brjálæðislega duglega að kæla og taka bólgueyðandi og verkjastillandi og hérna þegar ég má ekki setja fullan þunga ennþá í fótinn og ég get ekki rétt úr honum þegar ég stend í fæturna, en ég get rétt úr honum útaliggjandi og sitjandi og bara svona að reyna að hreyfa hann aðeins. Þannig ég ætla að prófa að fara á æfingu í fyrramáli bara til þess að hjóla og svona aðeins að þú veist, maður er náttúrulega ógeðslega þrútinn og bjúgæður eftir þessi léttreyktu jól. Þannig að já, sem betur fer var þetta ekki alvarlegra en þetta og ég verði örugglega eldsnögg að jafna mig á þessu. Eins og pabbi mér sagði, kannski bara almætti að reyna að fá þetta þess að róa aðeins. En ég veit ekkert um það. Þetta ekkert gott fyrir skapið, fyrir mitt skap að fá ekki að hreyfa mig almennilega, þannig að það verður gott að, þú veist, þó ég get ekki hjóla nema í bara 5 mínútur, 10 mínútur, þá verður það geggjað. Og mér tókst nú að taka svolítið til hér inn í morgun, þetta er svona fyrsti góði dagurinn. Og samt gengur mér illa að sofa út af þessu, en það er bara svona meira, maður er eitthvað stressaður að, þú veist, að það er svona ákveðnar hreyfingar sem að tryggjara alveg bara vont, en það er samt fer bara snarminkandi. Þannig að við bara vonum að þetta hérna fara að lagast. Ég er allavega hætt að taka sterku verkjalyfin og ég er farin að muna hvað ég sagði við fólk og svona sem myndi ekki alveg fyrstu dagana eða hann á Þorlák og aðfangadag. Ágættu og vonum bara mestu 2 hérna. Og ég fann að geta sleppt alveg hækjunum, sko. Ég tek með mér eina núna ef ég fer út. Við erum svo sem ekki búin að vera mikið að fara út nema bara að fara rúnt inn og maður er svona að halda sér til hlés út af þessu ástandi. Annars var ég að segja, ég hef bara verið fínt að fá þetta COVID núna með ég hvort það er svona ekkert á fartinu, bara ljúka þessu af. Af því að það hlýtur að enda með því að annarkvort okkar fer þetta er orðið komið það nálægt manni. En hérna, þetta var alveg aldeilis ljúfur prjónatími og ég gat rokið af stað með þetta verkefni fyrir Stíven og ætla núna að fara. Við náðum ekki að horfa á íslensku verbúðina í gær og þannig að við ætlum að fara núna að hlamma okkur fyrir framan skjáinn og horfa á það og þá get ég hent í nokkrar umferðir í leyniverkefninu
ógeðslega skemmtilega að koma hérna með þátt og geta svo ekki sýnt ykkur neitt, að viti. En en mér langaði bara að skella út þessum þætti meðan ég væri með þessar tölur á vísum stað og svona ofsakið. Bara þakka ykkur innilega fyrir samfylgdina á þessu ári og takk til ykkar sem hafið gaukað að mér kaffi á Ko-fi reikningnum mínum sem linkar fyrir neðan. Það er ótrúlega gaman að fá svona smá og ég seti þetta beint út í samfélagið okkar með því móti að ég fæ mér þá kannski uppskriftir og svo setja líka aðeins á þessu til hliðar til þess að ef ég ætla að halda áfram í þessu þá langar mann náttúrulega alltaf að reyna betur bæta lýsinguna og allt þetta. Þannig að já, þetta er bara þarna. Og ég er ekkert að fara að hætta þessu held ég. Það er núna, næsta ár verður, ég náttúrulega að passa litlu skrautuna mína áfram. En ég verð áfram með minn frídag sem er þriðjudagur og þá ég færi bara upptökurnar á þann dag eftirleiðis og reyni að hafa þetta á 2 vikna fresti. En svo aftur á móti, ef ég sekk mér alveg hressilega ofan í þessi 2 verkefni fyrir hann Stephen og ég er ekki að gera neitt annað, þá er ég ekkert að fara að henda þátt fyrir en að ég er farin að geta sýnt ykkur eitthvað. Og þannig að þið viti bara af því að það kannski kemur ekkert neitt nýtt fyrir en bara í byrjun febrúar eða eitthvað. En við sjáum bara til. Þið vitið allavega af því að það gæti skeð og það er ekkert óttast og ég dúkki ekki upp á 2 vikum liðnum. En nú er ég búin að bæta 7 mínútum við þessa 10 mínútur og ætla bara að láta það duga. Og ég bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnuvikna og þakka innilega fyrir samfylgdina og stuðninginn og skemmtilegu orðsendingarnar og hvatninguna og allt þetta á árinu sem er að líða. Og við sjáumst hress 2022. Takk fyrir og bless bless.